Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt að venju í þættinum. Við ætlum meðal annars að fjalla spennandi ráðstefnu sem framundan undir yfirskriftinni Akureyrarborg og endalok höfuðborgarstefnu, hvorki meira en minna. Við ætlum líka að fræðast aðeins menntamál því í gær hittust fjölmargir kennarar hér á Akureyri og fóru yfir málun. Við ætlum að heyra hvað þau voru að gera. Við fáum Hvannadalsbræður, 2 fulltrúa frá þeim í heimsókn til okkar, en þeir eru reyndar báðir líka í einhverjum öðrum hljómsveitum, kannski aðeins að spyrja þá líka út í það. Líka heyra aðeins af æsispennandi kapphlaupi sem er víst framundan hér á Akureyri og allir geta tekið þátt í og svo ætlum við að fara yfir fréttir vikunnar með þeim Andri og Finn. Við ætlum hins vegar að byrja á því að tala tenórinn. Það eru örugglega margir sem muna eftir tenórnum með honum Guðmundi Ólafssyni leikara. Nú komin annar tenór en samt svo sami, eða hvað? Já, þetta er svona framhald sko, Rocky 1 og Rocky 2, þetta er svona í þeim stíl og þetta er sami tenórinn en hann er 12 árum eldri. Segðu okkur kannski frá, rifjum upp fyrir þá sem þá örfáu örugglega sem muna ekki eftir tenórnum. Já, við frumsýndum hann 2003 og fyrst Norður í Ólafsfirði á Berjadögum og svo lögum við hann aðeins til og sýndum hann svo í Iðnó. Og vorum svona meira og minna að sýna hana í 4-5 ár. Alltaf við komum meðal annars hingað, sýndum í Samkomuhúsinu á Akureyri, sýndum í Freyvangi og fórum austur á land líka. Og síðasta sýningin var haustið 2013, þá heldum við svona upp á 10 ára afmæli. Sko. Og hvers konar sýning er tenórinn, eða var tenórinn og núna þá annar tenór? Og tenórinn þetta var svona, kveikjan að þessu var svona þetta, hvað listamenn geta verið svona, hvað maður að segja, haldnir svona ofsóknarbrjálæði. Já. Og það séu allir á móti þeim og það vilja enginn gefa þeim tækifæri og svona. Og eiginlega sama hversu vel mönnum gengur. Þessi tenór, hann hefur verið að syngja í óperuhúsum í útlöndum og búið þar og gengi bara vel. En það blundar alltaf í honum einhver svona óánægja með viðtökurnar hérna heima og svona og svo átt hann í persónulegum vandamálum og slíku og hérna sem sagt hittir hérna undirleikara sinn, hann búinn að í fyrri sýningunni þá þeir að undirbúa konsert sem verður seinna kvöldið og þetta bara verið að segja frá þeirra undirbúningi og svona sungið heilmikið og síðan hafði ég alltaf áhuga á að svona hugsað upp í hvað ætli hafi nú orðið hann blessaðan. Því að þegar sýningin endar, fyrir sýningin þá svona ýmislegt sem óljóst með framtíðina, bæði fjölskyldumál og ýmislegt annað og starfið, karrierinn og allt það og þannig ég ákvaða að skrifa framhald sem gerist í raun og veru 12 árum eftir fyrri sýninguna og þá hittast þeir aftur, hann, tenórinn og undirleikarinn og þeir hafa ekkert sést, þeir þekkjast í raun og veru ekkert, þeir hafa ekkert sést í þessi 12 ár og þá eru svona ýmsar aðstæður orðnar öðruvísi heldur en voru. Sko. Þarf maður að vera búinn að sjá tenórinn til að njóta þess að fara á annan tenór? Nei, alls ekki. Það ekkert verra. Nei. Og ég svo sem árið var við það, við frumsýndum þetta í Iðnó núna í lok febrúar, sýndum nokkrar sýningar, ætla svo að sýna aftur í haust þar, en ég svona, sko það var fullt af fólki sem kom sem hafði séð hinn tenórinn og fannst gaman að sjá framhaldið, sjá hvað hefði orðið með Karli. Og hvernig sýning er þetta? Þetta tónlist, þetta gaman? Hlegið? Já, það heilmikið hlegið og þetta svona, ég var að segja grátbroslegt og það heilmikið tónlist, hann náttúrulega brestur í söng og fær undirleikarann til að spila með sér og síðan blandast inn í þetta núna, ég bætti inn í einni persónu, við vorum bara 2 í fyrri sýningunni, bætti inn einni sem er tæknimaður hússins, sem reyndar kvenmaður sem tenórnum finnst svona kannski ekki mjög merkilegt og ekki mjög merkileg tæknin heldur sem í boði. Þannig að það svona samskipti þeirra á milli og ég mjög ánægður með að hafa
einmitt brotið þetta svolítið upp með því að koma þessari persónu henni Aðalbjörgu Þóra Árnadóttir leikur hana sko. Og undirleikarinn sem fyrir Sigursveinn Magnússon, frændi minn. Nákvæmlega. En hvað með tónlistina? Eftir hvernig þessi tónlist? Hún náttúrulega bara, þetta íslensk sönglög, það Kaldalóns og það nútíma tónskáld Tryggvi Baldvinsson og svo söngleikjalög og aðeins staðra við óperuaríur og jafnvel Bítlarnir. Nú? Já. Þannig að það svona fjölbreytt. Það fjölbreytt mjög. Þannig að þú ætlar að fara núna og sýna annan tenor í Firðinum Fagra. Já, hann verður sem sagt í Ólafsfirði helgina 15. og 16. laugardagskvöld og sunnudag eftirmiddag klukkan 4. Og þetta í tengslum við tónlistarhátíðina Berjadaga. Þar sem hann var reynda frumsýndur upphaflega. Nákvæmlega. En hvers vegna, og þannig að Berjadagar eru núna helgina í Ólafsfirði og það nú yfirleitt dálítið mikil hátíð og snýst nú ekkert bara að tína ber. Nei, og nú lítið að berjum núna eins og ástandið hefur verið. Þannig að fólk verður bara að fá sér göngutúr því að veðrið fallegt og svona og milli þess að það nýtur þess sem í boði á hátíðinni. Þekkjur eitthvað til þess? Hvað að gerast á Berjadögum? Já, það byrjaði í gær með einsöngstónleikum og síðan eru tónleikar í kvöld í kirkjunni, Mógil heitir, það svona mjög skemmtilegur bræðingur af ýmsum tónlistarstefnum og þrælklárir tónlistamenn sem að flytja það. Sko. Og síðan erum við annað kvöld og sunnudaginn og svo líka tekur sem sagt hluti af listafólkinu, tónlistafólkinu tekur þátt í messunni sem á sunnudaginn. Segðu mér kannski svona að lokum, fólk getur væntanlega nálgast miða? Já, það annarkvort bara við innganginn því að við hleypum öllum að og eða hringt í Tjarnarborg í Ólafsfirði, sko, þetta svona mjög heimilislegt. Þetta mjög heimilislegt, já. En svona að lokum, hvers vegna kýstu? Þú ert frá Ólafsfirði, náttúrulega búin að búa í höfuðborginni öll þessi ár, en þú heldur alltaf þessum tengslum, hefur verið að leikstýra þar og þessa sýningu. Bara svona, mér finnst ég alveg skilja það, en það væri gaman að heyra hvers vegna gerur þetta? Já, við vorum einmitt að ræða þetta, ég og dóttir mín á leiðinni norður í gær, sko. Hún sagði, finnst þér þú vera Reykvíkingur, spurði hún, sko, af því að hún náttúrulega fædd og uppalin í Reykjavík og sko, mér finnst ég svo sem ekkert vera, ég held að þeir sem búa í svona stærri samfélagum, þeir finnst þeir ekkert vera neitt svona, hvað maður að segja, Reykvíkingur eða Hafnfirði, kannski Hafnfirðingur, ég veit ekki, en ég náttúrulega alveg upp í þessu litla þorpi sem var mjög einangrað á sínu tíma og ég mjög sterk tengsl þangað og á mjög mikið af fólki þar, sko. Einhvern tíðan sagt að það væri rúmlega 50% af bænum væru nánir ættingjar mínu og hini væru svona aðeins verkfjöldari. Og svo hef ég viðhaldið þessum tengslum með því að fara og ég hef verið að skrifa og leikstýra leikfélaginu þar og síðan leikfélagi Fjallabyggðar eftir að það sameinaðist og það hefur náttúrulega verið óskaplega gaman og svona styrkt mín tengsl að vera þarna til dæmis í vetur alveg í 7 vikur og þá fellur maður inn í bæjarbræinn og fer í mömmabúð og fær í nefið og svona. Já, allt svo að vera. Kærar þakkir fyrir spjallið og hvetjum fólk til þess að kíkja á því í Ólafsfirði helgina. Takk fyrir. En við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum bara hér eftir augnablik og þá ætlum við að heyra aðeins æsispennandi kapphlaup sem við getum víst öll tekið þátt í, að minnsta kosti þeir sem eru orðnir 18.